Dag ætlum við að tala kvenréttindi og kvenréttindakonur. Ég byrja á þessari mynd vegna þess að þetta er mynd af leikkonu Judy Garland í kvikmyndinni Galdrakarlinn í Oz. Og eitt frægasta atriði þeirra myndar er atriði þar sem hún syngur lag sem heitir Over the Rainbow eða Somewhere Over the Rainbow, sem fjallar svona draumaland handan við regnbogann sem fuglarnir komast til og hún er að velta fyrir sér af hverju í ósköpunum hún get ekki komist til þessa lands fyrst það sé til. Og í þessu lagi kristallast dálítið, þó að lagi hafi kannski ekki verið samið fyrir kvenréttindabaráttuna og raunar alls ekki, þá kristallast kvenréttindabaráttan dálítið vel í lagi eins og þessu vegna þess að mjög margir hafa barist mjög harkalega fyrir því að reyna að búa til samfélag sem allir vissu að gæti orðið til, en það hefur ekki verið auðvelt. Og ég nefni Judy Garland vegna þess að Judy Garland til að búa til tímarama. Judy Garland deyr 1969, frekar ung, tók of stóran skammt af eiturlyfjum. Álíka löngu tíma áður en hún fæddist, þá kom út bók, grundvallarrit í heimspekisögunni og sögu kvennabaráttunnar eftir mann sem hét John Stuart Mill og bókin heitir Kúgun kvenna. Kúgun kvenna er til á íslensku og kom reyndar mjög fljótt út á íslensku og í henni koma fram hugmyndir sem þóttu gríðarlega byltingarkenndar á sínum tíma en okkur þykja í sjálfu sér ekki óskaplega ögrandi í dag. John Stuart Mill benti á í þessari bók að samband karla og kvenna væri ekki jafningjasamband, heldur væri miklu líkara sambandi sem húsbændur ættu við þræla sína. Og hann sagði að eina ástæðan fyrir því að fólk telur að þetta geti verið eðlilegt að konur sé í þessu hlutverki, svona undirgefnar mönnum, sé að fólk hefur alist þannig upp og hver hafi alist sín börn upp í þessu og þess vegna finnist fólki þetta eðlilegt og skynsamlegt og rétt, en það eina sem veldur því að fólki finnist það er uppeldið og vaninn. Og hann stingur upp á að breyta þessu. Hann segir að samfélag sem að tekur helming íbúa sinna og kúar þá, það stórtapi og það væri miklu betra að reyna að búa til samfélag þar sem konur og karlar væru jafningjar og vinir en ekki í þessu undarlega óeðlilega sambandi þar sem kallinn ræður og konan ekki. Það er þannig í dýraríkinu að hjá mjög mörgum dýrategundum þá er það þannig að það er barist yfirráð. Það er barist að vera kóngurinn, vera sá sem ræður. Og yfirleitt eru það sterkustu karldýrin sem að ráða og berjast fyrir þessum rétti sínum og ung karldýr sem vilja skora á hólm reyna að taka þessa stöðu af karldýrinu sem að ræður. Og þessi sess gengur dálítið í arf og þá er komið nýr leiðtogi hópsins sem að ræður gríðarlega miklu í hópnum. Og það er mjög margt í sögu mannkyns sem bendir til þess að við séum dálítið svona líka. Við viljum ráða yfir öðrum. Við erum drottnunargjörn, við viljum drottna yfir öðrum, við viljum ráða yfir fólki í kringum okkur. Og saga mannkyns er saga baráttu. Mannréttindi eru dálítið það að fólk fái að ráða sér sjálft, að það sé ekki einhverjir sem fái að ráða yfir öðrum. Og í frönsku byltingunni, sem þessi málverk er hérna á að tákna, að þá voru menn að berjast yfir því að einhverjir hættu að ráða yfir öðrum og menn viðurkenndu þá staðreynd að menn væru allir jafn mikils virði sem menn. Og slagorð Frakklands og frönsku byltingarinnar standa þarna fyrir neðan myndina: Liberté, égalité, fraternité, þau þýða frelsi, jafnrétti, bræðralag. Og takið eftir bræðralag vegna þess að í frönsku byltingunni var enginn sérstaklega að hugsa réttindi kvenna, heldur það var einfaldlega meint að allir menn ættu að vera jafnir. Menn voru ekkert sérstaklega að ögra þessari hugmynd sínum að konurnar ættu að vera undirgefnar mönnunum. Og þetta vald karla yfir konum hefur verið óbúslega erfitt að brjóta á bak aftur og við getum velt fyrir okkur af hverju ósköpunum. Hefðin er ofboðslega sterk, hefðin sem gerir það að verkum að konan einhvern veginn er alltaf veikari aðilinn, alltaf svo sem þarf að treysta á karlinn og karlinn er sá sem að
ber áhyggjurnar og byrðarnar og svona sterkari aðilinn. Við sjáum þetta í alls konar hefðum, hvernig karlinn á alltaf að vera svo trausti og konan einhvern veginn svo undirgefna. En svo það auðvitað þannig að karlar þeir njóta þess á vissan hátt að hafa þessa yfirburðastöðu. Þeir geta þá nýtt sér hann á margvíslegan hátt til að ná markmiði sínum, eins og til dæmis að ná sér í kvenfólk og láta kvenfólk sinna verkefnum á heimilum eða í samfélaginu sem þeir vilja að sé sinnt. Og nú ætlum við aðeins að skoða hugmyndin að konan virki á svipaðan hátt eins og aðrar eigur karlmannsins. Það karlinn á konuna, hún eigin kona, hann eignast hana í brúðkaupi. Við ætlum að bera það saman við sportbílinn á myndinni. Sportbíll á að vera fallegur, eftirsóknarverður. Hann hagnýtur vegna þess að það er gott, maður notar hann ýmislegt sem skiptir máli, en hann er ofboðslega vannýttur. Sportbíll situr kyrr 23 tíma á sólarhring. Konan gegnir að mörgu leyti svipuðu hlutverki. Hún á að vera falleg, hún á að vera eftirsóknarverð. Menn vilja að aðrir menn séu sammála því að maður eigi ofboðslega fallega konu og hún hefði valið mann fram yfir einhver aðra. Og hlutverk konunar var lengi mjög hagnýtt. Hún sá heimilið, sá uppeldið, en líka vannýtt. Hún fékk ekki leyfi til að prófa sig áfram í heiminum utan heimilisins og var alltaf geymd í geymslu innan heimilisins á milli þess á meðan karlinn til dæmis var í vinnunni, og svo átti hann að bíða með matinn þegar hann kom heim. Þannig að ég held að hliðstæðan við sportbílinn sé ekki öllu leyti galin. Það er mjög margt sem bendir til þess að karlar hafi komið fram við konur sem sína eign og staða kvenna hafi verið dálítið sem eign karlana. Og ef við skoðum gamla myndir, hér googlaði ég einfaldlega bara strákar og stelpur. Stelpur eiga að vera sætar, eiga að vera fínar, strákarnir eiga að vera skítugir og svona eðlilegri og náttúrulega allan hátt. Stelpurnar eiga að vera prúðar og duglegar og þannig þarf að pakka inn glösum með einhverju á meðan strákarnir hafa frjálsara spil. Og það hefur alltaf verið auðveldar einhvern veginn að temja konur. Og mér langar að biðja ykkur að velta fyrir ykkur fyrir tíman, hvað það að vera þægur? Hvað þýðir það? Eða óþægur? Hvað erum við að meina þegar við segjum einhver sé þægur? Hugsið það. Og ég vil að þið skoðið alls konar hugtök eins og samviskusemi, hógværð, grimmd, þægð, óþægð, hugrekki, illgirni, metnaður, dugnaður, það getur verið miklu fleiri. Og ég vil að við prófum að hugsa þess það hvort eiga hugtökin betur í karl eða konur. Eða er engin munur á því hversu vel hugtakið illgirni til dæmis passar við kynin. Eru karlar illgjarnar en konur? Eru karlar metnaðarfyllir en konur? Eru konur samviskusamar en karlar? Hugsið þetta aðeins. Og ef við skoðum alls konar störf, hverjir eru færari til að sinna störfunum? Hvort eru karlar eða konur almennt færari til að vera forstjórar eða skólastjórar? Hvor er betri í að sinna heimili, karlar eða konur? Vera sjómenn, hermenn, leikskólakennarar, heimspekingar, bifvélavirkjar, forsetar, og ekki segja bara að þau séu bæði jafn fær vegna þess að þið haldið að maður eigi að segja það og annars ég remba. Hugsið í alvöru það og reynið að vera heiðarlega við sjálf ykkur. Er það þannig til dæmis að karlar og konur geta séð heimilið jafnvel og börnin? Er það þannig að karlar og konur geti bæði gert við bílvélar og séu jafn góð í því? Hugsið þetta aðeins. Þessi mynd sýnir börn að leik. Ég leitaði á leitarorðunum strákar leika og stelpur leika. Strákarnir eru í boltaleik, stelpan er að hengja upp dúkkufötin sín, að þvo þau í gerfi þvottabala. Og þarna sjáum við stelpan sæt og fín, hrein, strákarnir út í drullunni, í leðjunni, stelpan að leika sér að því að læra hugsa heimilið, strákarnir að leika sér að því sem þeim finnst skemmtilegt. Hugsið af hverju þetta er svona. Munið, John Stuart Mill sagði, það er vaninn sem stýrir því hvað okkur finnst eðlilegt og okkur finnst gott að uppfylla kröfur það sem við höfum vanist og við trúum að það sé eðlilegt. Hann segir sem sagt að þegar við stöndum undir væntingum sem við höfum lært, þá líður okkur vel, okkur finnst allt eins og það á að vera. Hvort er þetta strákur eða stelpa á myndinni? Veltið því fyrir ykkur. Hvað eru margar stelpur þarna? Hvort er þetta strákur eða stelpa? Hvort er þetta strákur eða stelpa? En þetta? Hvort er þetta strákur eða stelpa?
Nú langar mig að spyrja, myndu þið vilja hafa hlutverk að vera í geymslu stóran hluta tímans og vera ekki að þvælast fyrir þeim sem fá að gera það sem þeim vilja? Myndu þið vilja hafa það hlutverk að sinna þörfum annara en ekki ykkar eigin, snúast einhvern annan og sjá til þess að hann hafa allt sem hann þarf? Myndu þið vilja vera í þeirri stöðu að þér var ekki leyft að prófa hluti vegna þess að það væri sagt þú gætir það ekki, að það væri raun og veru litið niður á þig? Myndu þú vilja eyða þinni orku og tíma í að uppfylla kröfur sem aðrir setja það hvernig þú lítur út eða haga þér? Hér kona, heitir Barbara Burns. Hún var kolanámumaður. Hún fór að vinna í kolanámu og lenti þar í ofboðslega harkalegri áreitni og einelti og kynferðislegri misnotkun. Þar var maður sem vann með henni sem sagði við hana, ég er kóngurinn hérna, ef ég vil kissa þig þá kissi ég þig. Og hún lét ekki bjóða sér það, hún fór í mál við hann og það tók 13 ár og fyrirtækið barðist gegn henni alla leið en hún vann málið á endanum. En skoðið það sem hann sagði, ég er kóngurinn hérna, ef ég vil kissa þig þá kissi ég þig. Það minnir okkur á dýraríkið þar sem einn kall ætlar að fá að ráða yfir allir í hjörðinni. Þetta er Bethany Hamilton, hún er atvinnu brimbrettakappi. Þegar hún var lítil var hún fyrir árás hákarls sem beit af henni handlegginn. Hún hélt áfram í íþróttinni og var landsmeistari 2 árum seinna í Bandaríkjunum. Þetta er Heather Fleming, hún er verkfræðingur og hönnuður. Hún rekur í dag eigið fyrirtæki og hún er bara í að finna upp tækni og tæki fyrir fátækustu svæðin á jörðinni. Það er ekkert annað. Hún reiddist þegar hún sá hvað fólk hefur það misgott á jörðinni. Hún fór að menntaði sig og einbeitti sig bara því að reyna að leysa vandamál þeirra sem þurfa mest á henni að halda. Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Íslendingur, kvenréttindakona, sem barðist í meira en 50 ár til að reyna að breyta íslenska samfélaginu þannig að það hætti að mismuna konum, að konur fengju réttindi, að komið væri fram við konur sem jafningja. Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti á Íslandi, fyrsti forseti og eini kvenforseti Íslands og fyrsti þjóðhöfðingi af kvenkyni í öllum heiminum sem var kosinn af þjóðinni en ekki bara fæddist sem drottning eða eitthvað þvíumlíkt. Er samfélagið orðið réttlátt í dag? Þarf að breyta því meira? Eru þeir sem tala að þurfi meiri kvenréttindi tuðarar, nöldrarar, einhverju leiðilegir feministar sem að kvart yfir öllu? Eða er ennþá leifar af gömlum samfélagi sem bara ekki virðingu fyrir konum og ætlaðist til að þær væri ekki fyrir og þær bara væru til að sæju börnin og hugsa heimilið og karlarnir fengi að leika sér? Þessum spurningum vil ég að þið svarið hvert fyrir sig og við ræðum þetta síðan í tímanum.